Síðustu vikur hafa meðaltali 3500 flóttamenn frá Suður Súdan komið hingað daglega í móttökustöðvarnar í Bidi í norðurhluta Úganda. Á hverjum degi koma hingað margar rútur frá landamærastöðvum fullar af fólki, einkum þó konum og börnum, sem flýja grimmdarverkin í heimalandinu sem færðust mjög í aukana í júlí þegar vopnahlé stríðandi fylkinga rann út í sandinn. Flestir koma nánast allslausir með eina eða tvær litlar töskur og sumir með hænu eða tvær eins og þessi fjölskylda. Frá því í ágústmánuði hafa komið hingað tæplega 200.000 flóttamenn. Þeir eru allir boðnir velkomnir af stjórnvöldum sem hafa þá stefnu í málefnum flóttamanna að veita þeim nánast öll réttindi til jafns á við heimamenn ef ríkisfang undan skilið. Þessi stefna hefur bæði vakið athygli og aðdáun. Fulltrúar Alþjóðabankans og Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna eru meðal þeirra sem hafa hrósað stjórnvöldum í Úganda fyrir örlæti sitt í garð flóttafólks. Mikill fjöldi stofnana Sameinuðu þjóðanna og alþjóðastofnana eru að störfum á svæðinu en björgunarstarfinu stýrt af fulltrúum frá skrifstofu forsætisráðherra Úganda. Refugees are not camped, but they are put in a settlement where land is given to them. They settle, they enjoy all the... Títus Jókó segir að flóttafólk sé ekki sett í búðir, heldur byggðir. Það fái landspildu til umráða og réttindi eins og ferðafrelsi, aðgengi að vatns- og salernsaðstöðu, menntun og heilsugæslu, atvinnuréttindi og kosningarétt og kjörgengi innan héraðsins. Skýringuna á þessum jákvæðu móttökum segir að vera reynslu Úgandabúa. Þeir þekki margir hverjir af eigin raun þá stöðu að vera flóttafólk og það hefur mótað stefnu stjórnvalda. Landspildan sem flóttafólk fær úthlutað nemur 90 fermetrum. Það fær tækifæri til að koma sér upp smáhýsi og hefja ræktun á matur. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF bauð Stefáni Jóni Hafstein, forstöðumanni íslenska sendiráðsins í Úganda, að kynna sér aðstæður á vettvangi. Skilningur úgandamanna er mikill á þessu og þeir sýna fólkinu samstöðu. Þetta er líka annað sem ýtir undir það, þeir taka vel á móti fólki, er það að alþjóðasamfélagið kemur stuðning sem gagnast líka heimamönnum. Það er ekki bara inn í flóttamannasamfélögin, heldur fá héraðsstjórnirnar og fólki sem býr í kring í sveitunum. Það fær líka stuðning þannig að það myndast ekki tortryggni, ótti eða afbrýðisemi þarna á milli, heldur allir njóta á einhvern hátt. Og þannig skapast nýtt samfélag sem er vissulega mjög íþyngjandi fyrir Úganda en eiga síður þá sjáum við fram á það að hérna er lífvænlegra fyrir alla í raun og veru þrátt fyrir þetta mikla flóttamannavandamál. Það verður mjög upplýsandi að ræða við fólk sem þekkir til ástandsins í Suður Súdans hversu skelfilegt það er og hversu lítið er fjallað þetta stríð vegna þess að við bæjardyr Evrópu geisar mjög grimmilegt og slæmt stríð. Þetta fólk á afskaplega bágt líka og það ástand sem hefur skapast í þessu nýfrjálsa ríki í Suður Súdan veldur því að maður hefur miklar áhyggjur af því hvernig fer fyrir fólki. Þarna búa 11 milljónir manna af mörgu ólíkum kynþáttum og þeir eru berjast innbyrðis og valda barátta mikil auðlindir sem þarna eru í jörðu, olíu. Maður sér engar friðarlíkur á næstunni og það mun ýta undir þetta flóttamannavandamál. Það sem gerst hefur á þessu ári samsvarar því að öll íslenska þjóðin hafi farið á vergang.